Ellert Grétarsson að senda frá sér ljósmyndabókina Ísland, náttúra og undur. Bókin glæsileg, en það var ekki tekið út með sældinni að taka myndirnar í bókina. Þannig hraut indverskur fjallagarpur svo hátt að Ellert átti erfitt með svefn í fjallasal á hálendinu. Ísland, náttúra og undur. Þú ert að gefa út þína aðra ljósmyndabók á stuttum tíma? 2 árum, já. Eftir ég gaf út fyrir bókina Reykjanesskagi, náttúra og undur 2018, þá fannst mér þetta bara svo gaman að mér langaði að gera aðra bók, en það átti ég nóg af efni. Og frá svona ýmsum ferðum mínum okkar fagra Ísland. Elstu myndirnar eru 12-13 ára gamlar og þær yngstu bara frá því í sumar. Bók sem við ætluðum að gefa út í fyrra, en ýmsum ástæðum ákvað að fresta þangað til núna. En fyrir viku þá held ég sé að koma með miklu betri bók og vandaðri. Að ég gat gefið mér nógan tíma í það. En þetta svona bók sem ekki hefðbundin landkynningabók fyrir túrista, sem maður segir. Hún hugsuð fyrir innanlandsmarkað, þetta hún bara á íslensku. Og þú sér ekki myndir þarna á Gullfoss og Geysi og Stuðlagili og þessu stöðum sem við erum búin að sjá margar myndir af frá öllum mögulegum sjónarhornum. Ég hef ekkert við það að bæta. En í staði langaði mér að sýna Ísland í svolítið öðru ljósi, þannig að ég að fókusera á svona staði og náttúrufyrirbæri í íslenskri náttúru sem við sjáum ekkert allt of mikið af myndum af. En hvernig hefur komist í tæri við þá staði? Bæði, þegar á þeim árum þegar ég var með íslensku fjallaleiðsögumönnum, þá fór ég í margar spennandi gönguferðir með þeim svæði sem maður hefði kannski ekkert skoðað ella. Og þetta svolítið að mynda frá þeim gönguferðum. Og síðan ég hef mikinn áhuga á landinu og sérstaklega jarðfræðinni, og í gegnum það grúskalt þá hefur maður komist í tæri við fyrirbæri sem eru afskaplega áhugaverð og forvitnileg. Og ég að sýna þarna ýmsar sérkennilegar og furðulegar bergmyndanir. Við sjáum þarna til dæmis furðulegar bergmyndanir í klettunum í Vesturdal. Við sjáum bárujárnslega Stuðlabergið í Breiðafirði og myndanir sem eru hvergi til annan staðar. Rósamynstrið í ónefndum helli hérna á Reykjanesskaga, móbergskúlunar upp á Laka og ýmisleg svona fyrirbæri sem ég reyni að útskýra líka. Og svo auðvitað svona staði og svæði sem eru fáfarin, svona í bland við aðra staði sem við þekkjum líka. En þínir uppáhaldsstaðir í íslenskri náttúru, hverjir eru þeir? Þeir eru nokkuð margir og staðir sem erfitt að gera upp á milli. Þetta ekkert endilega staðirnir sem búa yfir stórbrotnustu og fallegustu náttúrunni. Þetta eru helst staðir þar sem maður hefur orðið fyrir mestu hughreyfunum og eftirminnilegir og sérstaklega ein mín uppáhaldsmynd, það af Skeiðarárjökli úr gönguferð sem ég fór í með íslensku fjallaleiðsögumönnum 2012. Mjög skemmtilegu gönguhóp. Það var eiginlega svona fjölþjóðlegur, það voru þarna feðgar frá Ísrael og einn Indverji, kona frá Ástralíu og einn Hollendingur. Og við löbbuðum á 4 dögum frá Núpsstað með allt á bakinu. Og yfir jökulinn og Skaftafellsfjöllin og enduðum í Skaftafelli. Og dagurinn sem við löbbuðum yfir jökulinn með sérstaklega minnisdagur. Þetta var ári eftir Grímsvatnagos. Það var mikil aska í jöklunum, hann var á köflum alveg kolsvartur, mikil strýtumyndun. Svo rauk svona úrusöllu gufaði.
þetta myndin. Og þegar við stóðum þarna og horfum yfir jökulinn, ég hugsaði með mér, nei, við erum ekki að fara þarna yfir. Jú, leiðsögumaðurinn hélt það nú, þetta væri leiðin. Og þegar maður var kominn hann út á jökulinn í þetta landslag, þá hafði maður svona tilfinningunni að maður væri bara staddur á annarri plánetu. Það var alveg magnað. Og við þurftum oft að snúa við því að það eru svona ýmsar hindranir á vegi okkar, hyldjúpar sprungur, svakalegu jökulsvelgir og aurbleita eða bara kviksyndi. Og þurftum að þræða svona fram hjá þessu öllu og leiðið var mjög hlykkjótt og það tók okkur allan daginn að komast hann í gegn og yfir jökulinn. Og þetta var alveg magnað. Og þessi ferð öll var alveg mögnuð. Og sérstaklega svo þegar við sváfum við jökulinn og maður var að vakna á nóttunni við brestina og drununar í jöklinum. Og þetta var alltaf eitthvað með eins og kyngimagnað. En maður svaf nú reynda lítið í þessari ferð því að ef þú skoðar myndirnar úr því þá sérðu að fyrstu næturnar þá voru tjöldin svona þétt saman í þyrpingu. En svo þegar þú skoðar myndirnar frá seinni áfangastöðunum þá eru svona margir metrar á milli tjaldana. Af því að við vorum tvö með tjald og skiptust á að bera og ég lenti með Indverjanum í tjaldi og hann hraut svo rosalega að það tók undir í fjöllunum. Ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Þannig að hafa lítið sofið í ferðinu og svo þarna síðustu nóttina þá bara gat ég ekki meir. Það var erfiður dagur framöndan, við áttum eftir að fara yfir Skaftafellsfjöllin og ég bara varð að geta sofið eitthvað. Þannig að ég endaði með því að skríða út í tjaldinu með svefnpoka mín og fann mér einhverja mosaþembu, góða mosaþembu, lagðist þar og vaknaði svo morguninn allur rennandi blautur. Það hafði komið þoka af nóttina við náttfalli. En þetta var alveg ógleymanleg ferð. Þetta er svona mitt svona uppáhaldssvæði. Og kannski eitthvað sem maður sér bara einu sinni. Í sumar fór ég og skoðaði fyrirbæri sem ég hef ekki séð áður. Lauffellsmýrar á Síðumannaafrétti. Ég labbaði þangað með drónan á bakinu og það er bara eitt af stórkostlegasta náttúruafstrakt sem þú finnur á landinu. Í þessum sérkennilegu mýrum sem eru mjög sjaldgæfar, þessi vissgerð. Rimamýrar og bara magnað að sjá þetta. Og gervigígana þar fyrir norðan rétt á, þetta er svo mikið af stöðu sem maður getur endalaust verið að tala um. Og það er þetta sem ég er að reyna að sýna í bókinni. Það eru svona staðirnir sem þú kannski hefur ekki séð á Instagram og öðrum stöðum. En þetta er erfiður tími til þess að hitta fólk og árita bækur og annað slíkt. Já. Þannig að þú ert að nota einhverjar aðrar aðferðir til að koma bókum til fólks. Já, það er erfitt að nálgast fólk núna og það er engar fancy bókakynningar og útgáfuparti og svoleiðis. Þannig að ég hef verið að bjóða bókina bara í forsölu. Fólk getur farið þá inn á heimasíðuna mína og panta sér áritað eintak og við sjáum svo að koma því til fólks. Það er eiginlega eina leiðin. Og það hefur mælst bara vel fyrir.